umræða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins reglur ívilnandi lóðaúthlutanir án greiðslna fyrir byggingarrétt, samanber 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. desember. Og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, borgarfulltrúar, við sjáum ástæðu til þess aðeins að stofna til umræðu húsnæðismál í Reykjavík og þá kannski sú umræða sem var í borgarráði á þeim fundi sem að forseti tiltók svona kveikjan að því og sú tillaga sem að síðan fylgdi í kjölfarið sem við lögðum fram á fundinum. Vegna þess að það er svo margt að gerast í þessum húsnæðismálum og breytingar eru miklar eiginlega frá mánuði til mánaðar og það hefur verið lagt af stað í svona ýmsa vegferð svona í anda húsnæðisstefna sem hérna var samþykkt árið 2011 og það er svona full ástæða til þess að staldra eins við og sjá hvað er verið stödd í þessu máli. Það hafa verið myndaðir hópar hin og þessi verkefni og maður ekki að fara að sjá niðurstöður þeirra allra en það væntanlega kemur fljótlega en það væntanlega vakna margar grundvallar spurningar það hvert hlutverk Reykjavíkurborgar á að vera í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Við auðvitað held ég öllsömul viljum stuðla að heilbrigðri og fjölbreyttri húsnæðisþróun hér í Reykjavík og framboð af húsnæði sé nægilegt. En ég held að okkar áherslu séu nokkuð mismunandi þegar kemur að því með hvaða hætti fólk eignast húsnæði og hvernig það velur að eiga eða leigja eða vera í húsnæðissamvinnufélagi og svo framvegis. Sú tillaga sem við lögðum fram á fundinum er svohljóðandi, með leyfi forseta, skýra reglur skortir ívilnandi lóðaúthlutanir án greiðslu fyrir byggingarrétt. Lagt er til að allar úthlutanir af þessu tagi verði látnar bíða þar til samdar hafa verið reglur að byggja á opnu ferli og jafnræði. Lagt er til að borgarráð skipi þegar starfshóp sem gerir tillögur að skilyrðum fyrir slíkum úthlutunum. Og við sáum ástæðu til þess að flytja þessa tillögu á þessum fundi vegna þess að fyrra fundinum hafði verið lögð fram tillaga það að úthluta til Búseta, húsnæðissamvinnufélaginu og það var á Keilu Granda 1 og því er úthlutað sem sagt án greiðslu byggingarkostnaðar og án undangenginnar auglýsingar. Og það er ýmislegt við þetta að athuga að okkar mati og við bókuðum þetta að því tilefni. Og þá bókuðum við náttúrulega með tilliti til þessu, ég ætla nú ekki að lesa bókunina og borgarfulltrúar geta þá farið í fundargerðina og skoðað hana, en með tilliti þess að húsnæðissamvinnufélög eru að mörgu leyti bara á samkeppnismarkaði. Húsnæðissamvinnufélög er ekki flókið form, það er hægt að mynda þau með mjög skömmum fyrirvara og hefja starfsemi, sölu búseturéttar og útleigu íbúða. Og það eru tvö húsnæðissamvinnufélög sem eru nokkuð virk á markaðnum, sem annars vegar Búsetu og hins vegar Búmenn. Og ef menn fara á þeirra síður þá sjá menn svona hvernig þetta landi liggur og hvað það er sem verður að bjóða hjá þessum húsnæðissamvinnufélögum. Það er til dæmis verið að bjóða íbúð upp í Tindaseli, 4 herbergja íbúð, en búsetukostnaðurinn við að fá búseturéttinn eru 5.880.000. Þetta verður að staðgreiða og síðan er þetta húsaleiga eftir það. Það er önnur íbúð sem að verður að bjóða sem er með búseturéttargjaldi upp á 3,8 milljónir. Og síðan eru Búmenn sem eru með ferjuvað 3 herbergja íbúð sem er 81 fermetrar og það er verið að bjóða hana til sölu, þar sé búseturéttinn, ekki íbúðin náttúrulega, fyrir 4,2 milljónir og svo 125.000 á mánuði. Og þetta svona tel ég hérna fram vegna þess að það er svo af og frá að húsnæðissamvinnufélög eins og til dæmis þessi ágætu félög, fínu félög sem eru með mjög nauðsynlega starfsemi og mikilvægt að menn eigi kost á því að fara þessa leið, óskið er þess. En það er alveg ljóst að þetta er ekki félagslegt húsnæði. Þetta byggir ekki á félagslegum grunni að verulegu leyti. Þarna eru þetta bara ákveðin samkeppni og þarna eru þessar tölur ekkert ólíkar því sem gengur og gerist á markaðanum og satt að segja furðulega líkar tölur því sem að fólk er að takast á við þegar það er að kaupa íbúðir. Nema náttúrulega í þessu tilfelli að þá eignast fólk ekki íbúðirnar, heldur eignast það ákveðin búseturétt en raunverulega eru leigjendur hjá þessum húsnæðissamvinnufélögum.
Og eins og ég segi, það geta verið þær aðstæður uppi að það sé mjög heppilegt að búa í húsnæðis samvinnufélagi og auðvitað er samvinnuhugsjónin, hún er falleg en hún hefur auðvitað birst í ýmsum myndum í tímans rás og við skulum svona bara hafa gætur á því. Ef við skoðum aðeins svona þessa skýrslu sem lagðar hafa fram í borgarráði og það eru ansi góða skýrslu sem hafa lagðar fram vegna svona húsnæðismál, þar á meðal skýrsla frá KPMG og frá Capacent og Analytica og við sjáum þar ansi ágæta samantekt á því hvernig fólk kýs helst að búa hér á landi. Og við sjáum það að samkvæmt þeim skýrslum að þá kemur að ljósa fólk strax á aldrinum 25-34 ára er meir en helmingur komin í eigin húsnæði. Síðan eykst það jafnt og þétt þar til fólk er komið 45-54 ára aldur, þá er 92%. Og þegar fólk er komið í 55 ára aldur þá eru 94% þeirra sem að búa hérna í Reykjavík sem að búa í eigin húsnæði. Það er sem sagt algjörlega ljóst að fólk kýs helst að búa í eigin húsnæði. Og það sem að svona vekur þá athygli manns er það að húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar, bæði í útfærslu hennar og í stefnumiðum, byggir eiginlega minnst á því að koma til móts við það sem vilja eignast eigið húsnæði. Ungt fólk sem vill eignast húsnæði, auðvitað vill kaupa húsnæði sem er ekki dýrt. Og það er ekki bara ég heldur arkitektar eins og til dæmis Trausti Valsson sem hafa verið bent á það að sú stefna sem hér hefur ríkjandi Reykjavíkurborg bæði á þessu kjörtímabili og síðasta að byggja hér vestast í bænum þýðir það einfaldlega að íbúðirnar verða of dýrar. Og það verður að blanda þessu saman til þess að við getum komið til móts við það fólk sem er að hefja sinn búskap og að kaupa sína fyrstu íbúðir. Á móti þessu fólki kemur húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar mjög lítið. Aðalatriðið virðist verið í þeirri stefnu að tryggja það að flestir leigi. Og það er ekki eitthvað sem að mér finnst vera góð stefna og það er ekki góð ráð heldur til þeirra sem eru að fara að hefja sinn búskap að þeir skuli bara sleppa því að vera að kaupa og fara bara að leigja. Ég hef verið að spyrja mín börn að þessu sem að eru á 30-aldri og þau þekkja enga af sínum jafnöldrum sem eru með þeim í Háskóla Íslands sem að hafa áhuga á því að leigja bara út ævina. Þau vilja komast í þær aðstæður að geta keypt sér sitt eigið húsnæði. Og ég held að þó að öll erum við að reyna að gera okkar besta í þessum efnum, ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir borgarfulltrúar sem tilheyra meirihlutanum aðeins velti fyrir sér að í hvaða stöðu við erum að koma Reykjavíkurborg og í hvaða stöðu við erum að koma ungu fólki að koma ekki til móts við að þessu leyti. Ég vil þá vekja athygli á tillögu sem við fluttum hér í borgarráði, fundi borgarstjórnar 20. maí 2014, þar sem að við lögðum til að í þeim tilgangi auðvelda einstaklingum að fyrirtækjum hefja uppbyggingu Reykjavík að breyta reglum sölu byggingaréttar og hann verði rýmkaður. Og tillagan er svona að hluta til með leyfi forseta einstaklingum verði aftur boðið að fá 90% kaupverði og byggingaréttar að láni til 8 ára eins og verið hefur. Fyrri ákvörðun að fella niður lán til einstaklinga verði felld úr gildi. 7% staðgreiðslu afsláttur verði tekin upp að nýju. Boðin verði afsláttur til þeirra sem kjósa að byggja minna en byggingarheimildir leyfa þannig að kaupverð byggingaréttar lækki til samræmis við minna byggingamagn og geti þannig lækkað allt að 30%. Og þessa tillögu sem sagt fluttum við og auðvitað fékk hún svona eins og það er góðu tillögu sem við verðum að flytja hér í borgarstjórn og borgarráði og ráðum og nefndum borgarinnar, fékk náttúrulega heldur skjótlega afgreiðslu þar sem að var gert lítið úr henni og niðurstaðan er þessi að fjármálaskrifstofa telur öllu virtu og að alls ekki tilefni til að endurskoða það ákvörðun borgarráðs að veita ekki einstaklingum lán vegna lóðakaupa. Þetta er náttúrulega bara afstaða og þetta er auðvitað bara pólitísk afstaða að virkilega að gera fólki erfiðara fyrir heldur en ástæða er til að eigna sitt eigið húsnæði. Til þess að svara þessari niðurstöðu þá lögðum við jafnframt til að skipa verið sérfræðinga nefnd í neytendaláni sem gerir tillögur til ráðsins, þar að segja til borgarráðs, að því hvernig laga má lánastarfsemi borgarinnar vegna sölu byggingaréttar að nýju lagaumhverfi og svo framvegis og auðvitað náði þessi tillaga okkar ekki fram að ganga. Og við mótmæltum þessari afgreiðslu og bókuðum þetta á sínum tíma
þar sem að við sögðum að meirihlutin væri að leggja stein í götu þeirra sem að vilja koma sér upp sínu eigin húsnæði. Þetta svona hlutir sem mér finnst mikilvægt að við förum að fara í gegnum. Mér finnst mjög mikill kraftur fara í það og áherslur fara í það að reyna að koma alls konar stefnumiðum af stað sem að lúta að ýmsu sem að snýra leigumarkaði og mjög mikið vafamál að Reykjavíkurborg geti leyft sér að fara í þá vegferð. Ég til dæmis erindisbréf sem ég hef fyrir fram að mig sem sem að fjallar það hefur það hlutverk sem sagt húsnæðishópur að stuðla stofnun nýrra húsnæðissamvinnufélaga í samvinnu við fulltrúa verkalýðsfélaga sem hafa markmið að bygging og rekstur leiguíbúða á viðráðanlegu verði sem útfæra bestu leiðir í því skyni. Og þau verkalýðsfélög sem að taka þátt í þessu og hafa fengið boð það að skipa fulltrúa í þessa nefnd, það til dæmis ASÍ, BHM, BSRB og KÍ fyrir utan Reykjavíkurborg. Og nú má vera það að fara fram hjá mér að þessi nefnd sem á að gera tillögu að stofnun nýrra húsnæðissamvinnufélaga, að hún hefði skilað af sér. En ég hef bara ekki orðið þess var og ég óska þá eftir því að það verður bara upplýst hér á fundunum, væntanlega það létt verk, hvar lokaskýrsla þessa hóps sem að vinna því að búa til ný húsnæðissamvinnufélög, hvar svo lokaskýrsla Og þá aftur komum að því sem ég nefndi í upphafi, að það verður að úthluta til búseta lóðum án greiðslu fyrir byggingaréttinn, á þeim forsendum að þarna sé félag sem að á þessu markaði fyrir og það sé ekki margt annað að velja. En einhvað síður hér hópur frá verkalýðsfélögum, helstu stærstu verkalýðsfélögum landsins, sem að gera tillögur að því að stofna ný húsnæðissamvinnufélög. Og þá fer nú okkar tillaga það að hingra við og leita jafnræðis að verða nú öllu sterkara og mikilvægari, að menn sjá nú hvað kemur út úr þessu. Ég reyndar þeirra skoðunar að Reykjavíkurborg geti ekki tekið þátt í slíku starfi, af því að húsnæðissamvinnufélög ekkert félagslegt úrræði eins og ég nefndi áður, heldur þetta bara ein leið sem menn fara og allt í góðu með það. Og á sama tíma þá verið að fara útboðsleiðina í ýmsu lóðum eins og Tryggvagötu 13 sem var í júní og Mýragötu 18 sem var núna í september og ýmsum lóðum öðrum í júní líka. Nú síðan annar hópur hér sem samstarfshópur ríkis og borgar byggingu öruggari leigumarkaðar í Reykjavík. Leigumarkaðar, það ekkert eins og leigumarkaðar á félagslegum grunni eða neitt slíkt, heldur þetta bara leigumarkaðar í Reykjavík. Og aftur verð ég að segja það, ég bara til Reykjavíkurborg eigi ekkert erindi í það að byggja upp leigumarkað í Reykjavík. Þessi tillaga líka, hún sem sagt síðan sett fram 2. apríl 2014 og við skulum hafa minnistætt að erindi okkar til ESA dagsett ef ég man rétt í janúar sem nokkur fyrr og þá nokkuð merkilegt ef við höfum ekki tekið það fram við ESA að við erum að hugsa það að fara með ríkinu að stofna sérstakan að vinna því að byggja upp leigumarkað í Reykjavík. Og þá spyr ég aftur, hvað varð þetta? Hvar eru þeir sem eru kallaðir til samstarfs í þessu? Hvar sú skýrsla sem að ætti að vera þá klára núna það bil ári eftir að þetta dagsett sem ég var að lesa hér upp sem erindisbréf þessa hóps. Nú, það líka samstarfshópur lífeyrissjóða sameiningu til vinnu við skilgreina valkosti umgjörð og fjármögnun langtíma leigufélaga, ekki húsnæðissamvinnufélaga núna, almennt leiguhúsnæði. Og hvar nú það statt? Og þetta orðinn nokkuð góður og mikill frumskúr og miðar aldrei, ekkert að þessu sem ég að lesa upp, miðar að því að gera fólki auðveldara að eignast eigið húsnæði. Það bara hvergi minnst á það. Það virðist engin áhersla vera lögð á það. Það ekki það sem að húsnæðisstefna Reykjavíkur byggir á, því miður, sem þó það, sem þó svo mikilvægt að gert sé. Og því alltaf haldið til haga hér í þessum gögnum sem ég hef verið að lesa upp úr að það þurfa að vera 20–25% af markaðnum þurfa að fara inn á leigumarkað. Gott og vel, fínt. Þá mann gerir sér grein fyrir því þegar ég lesa þessa skýrslu sem voru frá Capacent og KPMG og þessum öðrum fyrirtækjum að 23–24% af markaðnum eru leiguíbúðir. Bara þegar.
þannig að það þarf nú ekki mikið að vera að bæta í þess vegna. En hins vegar náttúrulega skýrt eins og kemur fram í þeim skýrslum að vandamálið kannski ekki það að það sé ekki til leiguíbúðir, vandamálið það ekki til íbúðir og þess vegna eru svo margir sem eru að leita að leiguíbúðum og margar af þeim leiguíbúðum sem voru á markaðnum áður eru þá komnar sem leiguíbúðir til túrista. Þannig að vandamálið virðist menn einhvern veginn horfa framhjá og telja það sé mikil eftirspurn eftir leiguhúsnæði fyrir ungar fjölskyldur þegar eftirspurnir eftir íbúðum og það vegna þess að uppbygging í Reykjavík hefur ekki verið mikil. Nú og síðan náttúrulega hinn svokölluðu Reykjavíkurhús, þar sem eru stofnaða formlegur samstarfsvettvangur þróun og hönnu verkefna Reykjavíkurhús, byggingu, leigu og búsetu réttaríbúða og við svo sem fengið ýmislegt það inn til okkar í borgarráð allavega en það svona ennþá verið að vinna því og það svona merkilegt með Reykjavíkurhús og reyndar ýmislegt annað það er alltaf verið að nefna sömu lóðirnar. Það er alltaf sömu lóðirnar í Vesturbænum sem eru lagðar undir. Það er alltaf verið að skoða landgæslu, reitin, það verið að skoða hin og þessi svona minni bletti í Vesturborginni. Þannig að þeir nú ansi oft byggðir, margbyggðir þessir blessuðu reitir. Og svo það þessi samningsmarkmið sem lögðu voru fram 19. nóvember 2014, þar sem að með svipuðum hætti auðvitað áherslan á það sama, en ekki það sem að skiptir mestu máli og mest eftirspurn eftir. Ég ætla svo sem að láta þetta gott heita, vonast eftir að hér verði brugðist við og það komi jafnvel svör við því hvað öll þessi vinna sem settu verið af stað, það er væntanlega miklu meira sem að settu verið af stað þessu tilefni, en hvar það er statt og hvort það ekki sé rétt, svona miðað við líka þróun undanfarinna missera, að fara betri við þessa húsnæðisstefnu. Ég nefndi það hér í ræðu minni fjárhagsáætlun og ég veist ekki eiginlega hvert borgarstjóri ætlaði að komast, en það engu að síður svo að það eru gríðarlega miklar breytingar og þar á meðal, ekki síst það eru fjárfesting- og leigufélög sem hafa sérstaklega lagt sig eftir því að eiga gott safn af íbúðum sem að koma þá inn á leigumarkaðinn og það getur verið að það sé svolítið dýrt. Mér er sagt að leiguverð hafi verið að hækka meira heldur en almennt vísitölur gefa til kynna. En það er nú svona með þetta eins og ýmislegt annað, það vil þá vonandi leita einhvers jafnvægis. Þannig að ég læt þetta duga í bili þetta. Ég vona það að menn sjáu mikilvægi þess, svo ég tala nú aftur fyrir tillögunni sem í frestun í borgarráði núna, að við mótum okkur reglur og við séum ekki með það bara í rassvasanum hverju það eru sem fá ívilnandi lóðaúthlutanir. Því að það er útilokað annað en að álykta sem svo að þetta sé meiri háttar, að þetta sé svona ákvörðun sem að svona tekin svolítið bara eftir því hvernig vindurinn blæs á hverjum tíma og það auðvitað ekki þolandi, heldur það ólöglegt. Ég forseti boða þá bókun við þennan lið síðar á fundinum. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og boðar bókun og þá næstur á mælendaskrá hv. borgarstjóri. Já, ágæta borgarstjórn og kæri forseti, ég ætlaði að taka þátt í þessari umræðu en sé að mér nú nokkur vand á höndum því að mér heyrðist frummælandi sveifla sér svolítið úr einu í annað og ætla ég að reyna að gera svona grein fyrir þeim skilningi sem að ég legg í uppleggið eða ræðuna. Í fyrsta lagi bendir borgarfulltrúi réttilega á það að í samþykktir húsnæðisstofnun Reykjavíkurborgar lögð til grundvallar sú greining að vandinn í húsnæðismálum sé mestur á leigumarkaði, sérstaklega hjá ungu fólki. Og þar eigi því áherslur og sjónir borgaryfirvalda að beinast. Og hann finnur að því að í þeim tilvikum sé beitt því sem hann vill kalla ívilnandi lóðaúthlutanir sem reyndar ekki hugtak sem að ég veit til að almennt notað eða hafi einhverja svona formlega eða lagalega stöðu en mér virðist af samhenginu þar vera gerð athugasemd við það að í
ákveðnum tilvikum sé lóðum úthlutað á gatnagerðargjöldum án þess að innheimta sérstakt byggingarréttargjald. Þannig var öllum lóðum raunar úthlutað fyrir 1999. Öllum. Það var ekki innheimt byggingarréttargjald af einni einstu lóð til hvorki til verktaka, leigufélaga eða nokkurs annars fyrir 1999. Og Sjálfstæðisflokkurinn reyndar lagðist lengi gegn því að innheimt væri sérstakt byggingarréttargjald ofan á gatnagerðargjöldin og taldi það valda hækkun fasteignaverðs sem reyndar ekki bara ósönnuð kenning heldur hefur verið marghrakin. En þannig að það þó mikil stefnubreyting við Sjálfstæðisflokkurinn núna þeirra skoðunar að það að innheimta byggingarréttargjald ofan á gatnagerðargjöld, hvernig svo sem það verður fundið sé orðið beinlínis ólöglegt. Ég get ekki skilið borgarfulltrúann öðruvísi. En þrátt fyrir að markaðsverða við ráðið byggingarréttargjalds viðbótin eftir 1999 að þá hefur alla tíð síðan eins og fyrr einungis verið innheimt gatnagerðargjald hjá félögum sem eru rekin í án hagnaðarsjónarmiða, þar að segja til dæmis til byggingafélaga stúdenta, búsetabúmanna, byggingafélaga sem hafa byggt í þá aldraðra og þar fram eftir götunum. Og ef að ég skil það rétt að þá hefur borgarfulltrúinn áhyggjur af þessu og vill takmarka þessar úthlutanir eða skipta stefnu eða allavega setja reglur hverjir eiga að fá þessum lóðum úthlutað. Og ég ætla ekki að útiloka að það sé skynsamlegt að setja slíkar reglur þó að hingað til hafi ekki verið talin þörf á því og raunar höfum við dæmi það að slík félög hafi farið í þrot og viljað selja lóðir til einkaaðila í gegnum slíka þrotameðferð og þetta gilt lóð sem raunar var ekki fyrir leiguíbúðir heldur íbúðir fyrir aldraða í Mörkinni að það félag kláraði ekki það mál og ég held að það hafi verið félagi Nýsir sem tók við því. Og þá héldu skilmálar borgarinnar hvað það varðaði að fyrst að þetta var komið á einkamarkað inn í félag í hagnaðarskyni að þá var borgað fyrir lóðina, borgað fyrir byggingarréttinn sem hluti af þeim aðilaskiptum vegna þess að í öllum þessum tilvikum að þá hefur því verið haldið til haga að það geti ekki orðið aðilaskipti nema með atbeina borgarinnar, með samþykkt borgarráðs. Og þannig hefur verið bundið hnútana. Mestur, síðan getur maður veltið fyrir sér ef að þessi félög sem ekki eru starfandi í ágóðaskyni myndu þurfa að borga byggingarrétt ofan á gatnagerðargjöldin, til hvers það myndi leiða. Það myndi væntanlega leiða til hærri leigu eða verri kjara til félagsmanna eða stúdenta eða aldraðra í þessum tilvikum. Það var ekki alveg skýrt fannst mér í orðum frummælanda hvort að honum fyndist það óeðlilegt eða ég áttaði mikið á því hvernig þetta skilja orðan sem að þessi félög væru starfandi á samkeppnismarkaði, hvort honum fyndist leigan of lág, kjörin of góð eða hvað. Mestur hluti fór þó í það, heyrðist mér, að finna því að húsnæðisstefna borgarinnar beindist að ungu fólki og leigumarkaðnum en ekki að þeim sem vildu kaupa. Og þar misti ég aftur aðeins þráðinn vegna þess að mér fannst algjörlega óljóst af ræðu borgarfulltrúa hvernig hann sæi fyrir sér að borgin beitti sér fyrir ívilnunum þá væntanlega til þeirra sem að kaupa. Því að greiningarnar hafa hingað til sýnt að vaxtabætur eru mun meira ívilnandi heldur en húsaleigubætur og þar hallar töluvert mikið á. Og umræðan í samfélaginu og það var allir verið saman það, sveitarfélög, ríki, hagsmunaaðilar að það þurfa að jafna munin milli vaxtabóta og húsaleigubóta með því að koma á einu samhæfðu kerfi sem hétu húsnæðisbætur. Nema að þarna glitti þá í gömlu hugsunina að það eigi að úthluta
lóðum bara á gatnagerðargjöldum þá til verktaka væntanlega eða til einstakra fjölskyldna sem að byggja sér hús. En þá væri mjög gagnlegt fyrir umræðan að fá það bara alveg skýrt fram hvaða ívilnanir borgarfulltrúinn hafi í huga til þeirra sem að fara að kaupa. Þegar kemur að þessum svæðum hér vestur frá sem að mátti skilja að máli borgarfulltrúans að væru dýrari byggingarsvæði heldur en önnur, að þá held ég að borgarfulltrúinn hljóta eiga við að þau væru verðmætari á markaði, þar að það væri hægt að fá hærra verð fyrir frekar en að þar sé átt við að það sé dýrara að byggja á þeim staði í Reykjavík heldur en annar staðar. Og það mátti samsvega að færa markaðsverð á lóðum misstýrt eftir stöðum og það ákveðin hætta ef að borgaryfirvöld gá ekki að sér að á vissum svæðum byggist bara íbúðir eða húsnæði fyrir þá sem að mjög mikið af fjármunum milli handana. Og það einmitt einn hluti af húsnæðisstefnunni að reyna að tryggja í gegnum lóðaúthlutanir að hverfin verði ekki einsleit heldur félagslega blönduð og það verði húsnæðiskostir fyrir alla en ekki bara þá sem hafa mest á milli handana. Og þannig kallast á greining borgarinnar á stöðunni, húsnæðisstefnan og þau verkefni sem við erum að fara í. Borgarfulltrúinn kallaði síðan eftir stöðu nokkurra verkefna sem sjálfsagt að fara yfir. Hópurinn sem var að störfu með verkalýðshreyfingunni ný byggingarsamvinnufélög, hann ákvað að bíða með að skila niðurstöðum sínum síðastliðið vor þegar skýrsla framtíðarskipan húsnæðismála kom frá félags- og húsnæðismálaráðherra því að það var boðað að í kjölfarið myndu vera lögð fram lagafrumvörp sem skipta verulegu máli rekstrar umhverfi þessara byggingafélaga og það beðið eftir því. Hópurinn með lífeyrissjóðunum enn að störfum og hefur ekki skilað lokaskýrslu og heldur ekki hópurinn með ríkinu. En það hefur verið svolítið djúpt á lóðum ríkisins inn í þessi húsnæðismál og inn í eflingu leigumarkaðar þó að það sé ein hugmyndin sem sett fram í skýrslunum framtíðarskipun húsnæðismála. Þá talað að ríki og sveitarfélög geti lagt fram lóðir til þess að stuðla uppbyggingu leigumarkaðar eins og við höfum viljað gera og þess vegna var þessi hópur settur af stað með fjármálaráðuneyti og félags- og húsnæðismálaráðuneytinu til þess að finna líka lóðir í eigu ríkisins til þess að setja inn í þetta búk. Þannig að þetta var nú kannski svona almennari umræða húsnæðismálin og hvað við verðum að gera þar heldur en bara umræða svokallaðar ívilnandi lóðaúthlutanir og ég vona að þessi fáeinu orð hafi orðið til þess að skýra þessu umræðu eins og hún horfir við mér og ég tek fram ég að gera þetta eftir bestu getu. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, þetta var nú mörgu leyti ágætis innlegg hjá borgarstjóra. Sumt kom ágætlega fram sem að mannum að fara það gruna eins og það stæði í bæði verkalýðsfélögunum og ríkinu, lífeyrissjóðunum að klára það vinnu sem að fyrir það var lagt. Annað var nú bara því miður ekki alveg rétt hjá borgarstjóranum og þess vegna er ég komin upp hér en ætla svo að taka til máls á eftir í venjulegum fundartíma, venjulegum ræðutíma. Það er nefnilega byggingarréttargjöld og útboð lóða nokkuð sem var nú gert hér í Reykjavík áður en að R-listinn tók upp á því og gerði það með glans í Grafarholtinu. Það var til dæmis gert í Stigahlíð, svona bara til upplýsinga fyrir borgarstjóran svo hann viti þetta næst þegar við tölum saman íbúðar og húsnæðismál. Og það var einfaldlega gert vegna þess að í Stigahlíðinni var álitin ákveðin virðisauki. Það er að segja að þarna var verið að byggja inn í þegar byggðu hverfi. Þetta var einbýlishúsahverfi þar sem voru stór einbýlishús og lóðirnar voru boðnar út. En á sama tíma voru aðra lóðir í Reykjavík á föstu gjaldi og það er það sem við höfum alltaf lagt áherslu á. Vilji menn fara útboðsleiðina þá mega menn passa sig, það verður menn að passa sig á því
að þá sé jafnframt hægt fyrir þá sem vilja byggja að kaupa lóðir á föstu verði. Og það er það sem að klikkaði í Grafarholtinu og það var ástæðan fyrir því að byggingarkostnaður rauk þar upp vegna þess að lóðir ruku upp. Þannig ég skildi borgarstjóri rétt að hann hefði einhver upplýsingar það að herra lóðaverð eða byggingarréttar hefði ekki áhrif á kostnað, þá hefði kannski miskilaðan, en þá minnstakosti vil ég hafa það alveg skýrt að við höfum skýr dæmi það þar sem að lóðaverð verið hækkað, hefur auðvitað íbúðaverð hækkað, nema hvað sko. En það sem að verið var að gera í Keilugrandanum var náttúrulega svolítið sérstakt og ég ætla að biðja borgarstjóra snú ekki út úr orðum mínum og fara að blanda úthlutun til stúdentaíbúða til aldraðra vegna þess að það var ekki til umræðu hér. Það sem var til umræðu var það að það verið að úthluta mjög dýrri lóð í Keilugranda til ákveðins aðila án þess að leita eftir því hvort að aðrir hefðu áhuga á þessari sömu lóð og þannig var verið að semja við eitt tiltekið félag lóði fyrir 230 íbúðir ef maður rétt. Og það var verið að leita eftir samstarfi við þetta félag uppbyggingu við Mýragötu og Slippasvæði. Þannig að það er alveg ljóst að þarna er verið að ganga mjög langt á ívilnandi hátt til handa einu ágætu félagi. Það er ekkert, ekki fara að snúa út úr því með einhverjum hætti. En það er eitt sem að ég ætla þá að benda borgarstjóra áður ég verið að hlaupa hér úr stólnum og það er það er vissara að borgarstjórinn Reykjavík viti að það er dýrara að byggja í 101. Mér finnst skrítið ef hann fylgist ekki með því sem að arkitektar og verkfræðingar og byggingaraðilar eru allir að segja, allir það sama. Það er dýrara að byggja í 101. Það er ekki bara dýrara að kaupa, dýrara að byggja. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ef þessi umræða snýst úthlutun á lóð og Keilugranda þá held ég að væri bara til að skerpa umræðan og skýra hana að segja það bara strax og þá getum við bara rætt þá úthlutun vegna þess að hann er auðvitað farið eins og aðra sambærilegar úthlutanir til félaga sem ekki rekin í hagnaðarskyni, hvort sem það eru stúdentar eða félagasamtök aldraðra og svo framvegis og það er þá prinsippumræða það hvort það eigi að breyta úthlutunarkjör á lóðum gagnvart öllum þessum fyrirbærum eða hvort að það sé eitthvað við búseta sem fær borgarfulltrúann til þess að vilja hafa önnur kjör á þeirri lóð því að þetta eru kjör sem eru gatnagerðargjöld eða það hefur verið hingað til. Reyndar er talað það í vilyrðinu til búseta, þar sem Keilugrandinn er nefndur, að það er eftir að ná saman kjörin á lóðinni, þannig að það er svo sem ekki búið að botna það. En er þá ekki rétt að það varði alla sem sambærileg gildir og varðandi byggingarkostnaðinn þá hlýtur borgarfulltrúinn að eiga við að það sé dýrara að kaupa eitthvað í 101 heldur en annar staðar eða þá að það sé hugsanlega dýrara í einhverju tilvikum að þétta byggð heldur en að byggja á ónumdu landi. Það er ekkert við póstnúmerið 101 sem gerir það dýrara að byggja þar heldur en í öðrum póstnúmerum. Nema þá það lóðaverðið sé svona hátt, staðsetningin sé há. Og það er með þess vegna sem að ef að borgaryfirvöld nýta ekki eignarhald sitt á landi til þess að koma inn með húsnæði fyrir það sem að minna á milli handana, þetta geta orðið einsleitt hverfi. Hv. borgarstjóri hefur lokið að svara andsvarið, það veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, aðalega til þess að hnykkja á því sem að ég vissi að ætti eftir að koma að það væri eitthvað sem að ég teldi vera við búseta sem ég vildi ekki athugasemd við og það er auðvitað af og frá. Ég held ég hef sagt það svona kannski 3 sinnum hér þegar. Það snýst bara ákveðin prinsip og ekkert annað. Það að byggja í 101, það er nú bara svo augljóst að það kostar meira. Það kostar meira að byggja, það kostar meira að skipuleggja. Það verður iðulega að breyta deiliskipulagi, það verður að samþykkja teikningar sem að síðan fara í grenndarkynningu og það eru alltaf einhverja athugasemdir en tekur alltaf miklu lengri tíma og það eru miklu meiri líkur á kærum. Menn verða að fara varlega eins og til dæmis á Aflagranda, á Grandavegi segi það sem að verið var að sprengja og olli miklu ónæði og það voru fundir það með því fólki sem að býr þar í næsta nágrenni.
og það sama mun eiga við til dæmis Mýragötu og Slippasvæði, þar sem augljóslega búið að taka miklu lengri tíma að undirbúa það heldur en verið að byggja annar staðar, og svo auðvitað miklu erfiðari aðkoma heldur en annar staðar. Man getur ekki gert það bara hvenær sem og unnið á nóttunni eða helgar. Og við getum bara nefnt hérna á þessi hús hér í Vesturbænum og í miðborginni þar sem verið að byggja inn í gamalt hverfi, því auðvitað verið að byggja inn í gamalt hverfi og byggir í 101, það hlýtur nú borgarstjórinn átt að sjá, að það verður að taka tillit til þessara hluta. Og það kemur stendur nú bara einfallega skýrt í þessum skýrslum frá Capacent að það einfallega dýrara að byggja, ekki bara vegna lóðana, heldur það dýrara að byggja í 101. Og þess vegna eru íbúðirnar dýrari og þess vegna eru þær yfirleitt eitthvað sem að ungt fólk sem að hefja búskap ræður ekki við, því miður, enda þótt áhugi sé fyrir því að búa í 101 og 107 eins og framkemur í þeim skoðanakönnunum sem gerðar hafa verið. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur verið lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar hv. borgarstjóri andsvari öðru sinni. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, ég held að borgarfulltrúinn hafi nú farið langt með það að færa rök gegn eigin máli. Það sem þetta ekkert sérstakt við póstnúmerið 101, en það getur verið flókið að þetta byggð. Og máli sínu til staðfestingar að þá nefndan dæmið Aflagrandi sem einmitt ekki í 101 heldur 107. Og undirstrikaði þannig að það getur verið flóknara að skipuleggja og byggja þegar verið að þetta byggð, en það ekkert sérstakt við póstnúmerið 101 í því samhengi. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, mér finnst þetta að koma út í svona skemmtilega umræðum það hvort að eitthvað ákveðið hús eða gata tilheyrir 107 eða 101. Það er nú ekki svona eins og fólk bara átti sig á því þegar fyrir við götuna, það akkurat komið yfir í 107 úr 101 eða öfugt, skiptir einhver máli náttúrulega. En á Grandavegi var verið að byggja ansi stórt og mikið og það olli miklum ónæði. Ég ætla að vona að borgarstjóri viti hvað við átt með því og ég bara veit að hann fylgst með því öllu saman. Svo bara hvernig ætlar einhver, hver sem að byggja í 101 öðruvísi en þétta byggð. Ég bara skil ekki hvað umræða þetta það er eins og það séu bara einhverjir móar og lendur sem geta farið að byggja út alla koppagrundir. Ef þú byggir í 101 þá ert það þétta byggð og þá gengstu undir það eins og allir aðrir að laga þig að því umhverfi sem það fyrir og þannig kostar peninga. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir er næsta mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég tek undir það sem fram kom hjá borgarfulltrúa Júlíus Vífli Ingvarssyni hér áðan að nauðsynlegt væri að móta reglur varðandi þessar lóðaúthlutanir. Það er aðallega tvennt sem langar til þess að ræða. Ég verð nú að viðurkenna það, ég átti nú tiltölulega auðvelt með að skilja hvað borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson var að segja hér áðan, þannig ég átta mig ekki á því hvað þetta virtist vefjast fyrir borgarstjóra. Það er aðallega tvennt sem langar til þess að ræða. Það er annars vegar húsnæðisstefnan og þá í sambandi við leiguíbúðir og hins vegar að koma aðeins inn á hlutverk húsnæðissamvinnufélaga og það að þau séu ekki rekin í hagnaðarskyni. Eins og við öll vitum að þá er húsnæðisstefnan, hún var samþykkt og skýrslan frá árinu 2011. Það er árið 2014 í dag. Það hefur ýmislegt breyst á þessum 3 árum. Meðal annars að leigumarkaðurinn í dag töluvert annar heldur en var á þessum tíma. Ég hef rætt það áður hér í borgarstjórn og það er óþarfi að vísa til þess og ég held í rauninni að ef það er einhver hér inni sem telur að leigumarkaðurinn sé sambærilegur eins og hann var á þeim tíma þegar þessi húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar var samin og var tilbúin árið 2011, ætti að kynna sér málið aðeins betur. Bara til dæmis með tillit til þess að á þessum tíma var framboð húsnæðis töluvert meira og leiguverð, framboð leiguhúsnæðis töluvert meira og leiguverð miklu lægra, heldur en þetta snerist algjörlega við síðan fljótlega eftir að þessi skýrsla Reykjavíkurborgar var unnin. Eins og hægt til dæmis að sjá á heimasíðu Neytendasamtakanna, því þar eru gerðar
kannanir, bæði varðandi þá húsaleguna þannig í ársbyrjun 2011 og síðan var gert núna á þessu ári. Þannig ég vísa borgarfulltrúum sem hafa ekki kynnt sér þetta til þess að kíkja á þessi gögn. Það sem hefur líka heyrst núna frá bönkunum er það að það er spurning hvort að leigumarkaðurinn sé mettaður. Það er að segja að það þurfi ekki að byggja fleira húsnæði undir leiguíbúðir. Ég hef í sjálfu sér ekki hugmynd um það. Ég veit að það er íbúðaskortur. Það vantar húsnæði af því að það hefur lítið sem ekkert verið byggt síðustu árin. En hvort að þörfin verði þegar að búið verður að byggja að þetta verði leiguhúsnæði eða söluíbúðir eða búseturéttaríbúðir, ég átta mig ekki á því. Vegna þess að ég held að við séum komin núna að þeim tímapunkti að við þurfum aðeins að fara að skoða þessi mál. Það er sagt að í dag séum 25% á leigumarkaðnum. Í kringum 2000 að þá var 15% af öllu húsnæði á Íslandi flokkaðist undir annars konar húsnæði heldur en séreignarhúsnæði, þar að segja allt félagslega kerfið, leiguhúsnæði, búseturéttaríbúðir og svo framvegis. Þannig að þetta hefur aukist töluvert frá hruni og spurningin er, held ég, að við verðum að skoða það hvers konar húsnæði þarf að vera í dag. Verður þetta meira heldur en þessi 25% sem virðist vera raunin í dag eða ekki? Ég held að við vitum það ekki. Þannig ég held í rauninni að við verðum svolítið að skoða þessi húsnæðismál af skynsemi og án alls hroka það að einhvern veginn hlutirnir voru öðruvísi fyrir 3 árum síðan og hvernig við verðum næstu 3 til 5 árin. Kjarninn og forsendan fyrir þessu öllu saman, forsendan fyrir vandanum er að það vantar húsnæði og það vitum við og það vantar félagslegt húsnæði. Annað varðandi húsnæðissamvinnufélögin, að því að búsetu kom nú hérna inn í umræðun áðan, að þá, eins og ég hef áður sagt, að þá þekki ég ágætlega til þess húsnæðissamvinnufélags, en það var í stjórn þar í mörg ár og hætti nokkrum mánuðum fyrir hrunið, auk þess sem ég tók þátt í að semja á sínum tíma frumvarp til laga húsnæðissamvinnufélög og útbjó samþykktir fyrir búsetu á sínum tíma. Þannig ég þekki ágætlega til starfsemi þess félags. Og það sem er kannski gleymistundum í umræðunni er að búseti sem er ekki rekið með hagnaðarsjónarmiðum, að búseti er ekki bara ein gerð af félagsmönnum eða ein gerð af íbúðum sem eru þar. Vegna þess að í búseta eru rekin annars vegar, það er annars vegar búseturéttaríbúðir og hins vegar leiguíbúðir. Þannig að búseti er í rauninni með tvenns konar starfsemi, það er að segja búseturéttaríbúðir og síðan leiguíbúðir. Og þetta félag, leiguíbúðafélag búseta, var stofnað í kjölfar þess að þáverandi félagsmálaráðherra Páll Pétursson stofnaði til sérstakt átaks upp úr árinu 2000 að fjölga leiguíbúðum í Reykjavík. Síðan innan þessa félags, þar er annars vegar úthlutað til fólks sem er innan svokallara eigna- og tekjumarka og síðan til fólks sem eru ekki innan þessara svokallara eigna- og tekjumarka. Þannig að lánin hjá búseta hafa verið tvenns konar, það er að segja þessi almennu leiguíbúðalán og síðan þessi sem við köllum félagsleg leiguíbúðalán, það er að segja sem er þá ætlað fólki sem er innan tekju- og eignamarka. Þannig að öll flóran er í rauninni í þessu félagi. Þannig að það er bæði fólk sem þarf á frekari stuðningi að halda og líka fólk sem þarf ekki á neinum stuðningi að halda. Og búseti er í eigu þessara félagsmanna. Þannig að þegar við hugsum það að við ætlum að úthluta húsnæðissamvinnufélagi eins og búseta lóð, eins og virðist verið í þessu tilviki Keilugrand 1 sem að borgin keypti á 240 milljónir fyrir sirka 2 árum síðan, að þá er spurningin hver er það í rauninni sem er að hagnast á þessu? Sem væri þá eðlilegt og í samræmi við húsnæðisstefnu borgarinnar að það væri þeir sem að minna mega sín sem væri að njóta góðs af, það er að segja fólk sem væri innan við tekju- og eignamörk. En það er ekkert garantí fyrir því. Þannig að þarna getur verið byggðar og úthlutaðar íbúðir til fólks sem þarf ekkert á neinum sérstökum stuðningi að halda en fær íbúðirnar lægra. Þannig að það er spurning, væri ekki langeðlilegast þegar farið er í svona úthlutanir á lóðum til félaga sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni
Eins og til dæmis búseta, því þar öll flóran, það ekki bara fólk sem að á við sem innan tekju- og eignamarka, að það væri þá til dæmis kvöð, að þetta væri eingöngu þá fyrir slíka aðila eða jafnvel sem væri spurning, jafnvel kvöð á því að þarna væri eingöngu leiguhúsnæði eða eitthvað slíkt. Ég held að það sé mikilvægt að við tölum þessi mál að skynsemi, hendum upp öllum möguleikum og útbúum reglur, af því ég held að það hafi skort svolítið á það að það séu útbúnar reglur, þannig við förum ekki að lenda í sömu vandræðum eins og hefur verið síðustu árin. Og við vitum það öll sem situr hér inni að það hefur líka verið vandamál varðandi þetta aukna byggingamagn sem að byggingaraðilar hafa verið að fá, að við þurfum líka, og það samstaða meðal allra flokka, að það þarf að skoða þetta allt saman. Þannig ég held í rauninni, mér finnst þetta óábyrgt að við úthlutum einu félagi, og eins og ég sagði áður, ég ber sterkar og góða tilfinningar til búseta, en það þekki ég það félag vel, þannig að það ekkert persónulegt að ég hafa móti slíku félagi eða því félagi ef það einhver skildi halda það, en ég held að við verðum að skoða þetta. Hvar þörfin mest? Við vitum það, fólk það 550 manns að biðlast eftir félagslegu húsnæði. Það ekki grunnskylda okkar að uppfylla þær kröfur, en ekki að fólk sem getur í rauninni ekki innan þessara tekju- og eignamarka, sem getur fengið úthlutað búseta, svo framarlega sem það á þessar milljónir til þess að kaupa búseturéttargjaldið, að við hugum að þessum hópi. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka borgarfulltrúunum fyrir hennar ræðu og greining hennar á stöðun og húsnæðismarkaði mun nær þeirri greiningu sem liggur til grundvallar húsnæðisstefnu borgarinnar heldur en því sem framkom hjá borgarfulltrúa Júlíusi Víbli Ingvarssyni, sem sagði að leiguhúsnæði hefði aukist það mikið að þar væri kannski ekki mikil þörf á, en okkar greiningar stemma betur við þann skort sem að borgarfulltrúa Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir var að lýsa. Eins og ég sagði áðan í svari við ræðu borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar að þá engin ástæða til þess að útiloka það að setja reglur lóðaúthlutanir til leigufélaga eða lóðaúthlutanir til leigufélaga sem ekki eru rekin í ágóðaskyni. Við skulum bara farið við það hefur ekki þótt nauðsynlegt hingað til. En ég staldra svona aðeins við það að eftir alla þessa umræðu og þau verkefni sem við erum í núna, af því að núna erum við komin í þann fasa að gera, að þá það sem minnihlutinn hefur helst í málinu að leggja að bíða nú með allar úthlutanir þá til búið að setja reglur annars vegar og að núna sé staðan svo óljós að það þurfa að fara að greina. Mér liggur meira á en svo þó að mér hafi fundið skipta mjög miklu máli að góða greiningar lægi stefnunni til grundvallar og að allt þurfi að vera á hreinu varðandi lóðaúthlutanir, en þetta svolítið athyglisverður tónn í umræðunni og kannski svolítið nýr. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, eins og við vitum þá hefur meirihlutinn beðið núna í nokkur ár. Húsnæðisstefnan frá árinu 2011 og leiguhúsnæði á vegum félagsbústaða ekki ennþá búin að ná upp þá tölu sem var á árinu 2009. Svona reglur þurfa ekki að taka langa tíma að semja. Ég efast það að það tæki lögfræðing meira heldur en 1, jafnvel 3 daga að semja slíka reglur. Þannig ég efast að það verði mikið farið í það að byggja núna rétt yfir jólin eða þeir sem fengi úthlutað núna korteri fyrir jól myndu byrja að byggja. Þannig ég sé ekki betur en að nauðsynlegt að það væri hægt að vísa þessu til borgarráðs og það væri farið í það að semja slíkar reglur í byrjun nýs árs. Ég get ekki ímyndað mér að það taki langa tíma að semja slíkar reglur. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið
veita andsvar og þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er að mínu viti mikilvæg umræða en það er líka mikilvægt að við leggjumst ekki í það að reyna að snúa út úr fyrir hvort öðru. Við þurfum ekki að reyna að leggja hvort öðru einhvern orð í munn eða slá einhverja svona pólitískar keilur. Þetta er einhvern veginn, það er svolítið gamaldags og það er svolítið sem að við verðum að passa okkur á sem erum á þessum vettvangi að falla ekki alltaf í þá leiðindar gryfju. Til dæmis hér var því haldið fram að við vildum bíða með allar úthlutanir til að sjá hvað verið að gerast og búa til reglur eins og það var eitthvað meiri háttar mál. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur og þetta tekur engan tíma. Og ég þakka henni fyrir hennar góðu ræðu. Það tekur bara ekki nokkuð tíma að fara yfir þessi mál og kallar ekki á nokkuð frest. Hverjir eru að fresta? Jú, það eru náttúrulega verkalýðsfélögin sem hafa ákveðið að fresta. Þau hafa ASÍ, BSRB, BHM, KÍ hafa öll ákveðið að fresta. Þau eru ekki tilbúin til að fara að leggja stað í að stofna húsnæði samvinnufélög og það er frestun líka hjá verkalýðsfélögunum og svo er frestun hjá ríkinu. Það er ekki frestun hjá okkur, hvernig maður bara að horfa á það sem er staðreynd. Frestunin kemur annar staða frá, það eru fleiri sem að hugsa, við skulum aðeins sjá hvað er að gerast, skoðum þennan markað betur. Allir nema borgarstjórinn sem að heldur það að ástæðan fyrir þetta gangi ekki nú vel séum við. Það er mjög mikill misskilningur. Þannig að annað sem var haldið fram hér var það að ég væri kannski á því að það væri ekki þörf á neinum húsnæði í leigumarkaðinn. Ég hef aldrei sagt það. Það sem ég hef sagt er það að Reykjavíkurborg á ekki að koma með beinum hætti inn á leigumarkaðinn. Það er það versta. Það er það versta sem við getum gert. Við raunverulega stoppum alla þróun á þeim markaði. Hver haldið þið ætlið að fara að standa upp og keppa við stærsta sveitarfélag landsins á sviði leigumarkaðar? Hverjum dettur það í hug? Enginn. Það myndi engum detta það í hug. Leið og við kemum inn á þennan markað með því að stofna verkalýðsfélög, hvort heldur það væri með að stofna húsnæðissamvinnufélög eða farin á leigumarkaðinn með öðrum hætti, þá getum við alveg viss það að þeir sem eru á leigumarkaðinum flýta sér að selja þær eignir sem eru með og aðrir muni ekki hasla sér öll. Ég hef sagt það að við eigum auðvitað bara að tryggja það að við séum að bjóða skipulagsáætlanir sem að gera ráð fyrir uppbyggingu ódýrari íbúða í hverfum þar sem hægt er að byggja ódýrt. Og þannig að ungt fólk geti komið hér og hasla sér öll í Reykjavík. Og það er ekkert annað en ég bara býð ykkur öllum að fara á hagstofan.is og sjá hvernig íbúðaþróun hefur verið á undanförnum árum. Hún hefur verið okkur mjög óhagstæð. Og það er enginn sem að staldra við og segir, já, hvernig skyldi nú standa því og hvernig getum við snúið þessu við. Þegar ég minnst á það hér, þá er því mætt með einhverju skætingi eða einhverjum útúrdúr og einhverju svona sem ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr. Og það er ekki svo að við séum að blanda þessari umræðu saman við uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Það er bara alls ekki svo. Og ég held að það hljóti nú bara allir að muna það sem við höfum nýlega afgreitt í borgarráði að við sjálfstæðismenn samþykktum uppbyggingu 500 íbúða á næstu 5 árum. Og það er náttúrulega vegna þess að við sjáum það að það eru 546, ef ég man þessa tölur rétt, sem eru í brýnni þörf fyrir félagslegt húsnæði. Og Reykjavíkurborg er ekki að svara því. Og því var ekki svarað heldur á síðasta kjörtímabili. Sama hvernig menn létu og töluðu þá var því ekki svarað. Og það er ástæðan fyrir því að það eru 800 manns á biðlista og það eru 546 í brýnni þörf. Bara svo við séum ekki að rugla þessu saman. Það sem kemur mér svolítið óvart í þessar umræðu og það er það að það hafa verið fréttir af störfum þessara 3 hópa sem að ég nefndi hér en við höfum ekki fengið tilkynningar um það. Og það er svolítið merkilegt að við sem sitjum í borgarráði og erum að fjalla til dæmis húsnæðissamvinnufélög og bókum heilmikið húsnæðissamvinnufélag 1 sem að eins og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir tók fram að það er engu beint til þess félags, svo það sé nú endurtekið ennþá einu sinni, að þá kemur það ekki fram. Þá er það ekki tekið fram það er rétt að koma fram að það er hugmyndir sem við höfum með stofnum húsnæðissamvinnufélaga, þær eru á bið. Nei, það er engum að segja það. Það er ekki fyrir að við komum hér og förum að spyrjast fyrir þetta alveg sérstaklega.
þegar við förum að fletta gögnunum og sjáum að þessi hópur sem að sennilega var stofnaður í janúar eða febrúar ætti náttúrulega fyrir löngu verið búin að skila af sér. Og það er sama sem að gildir aðra hópa sem við vorum að nefna hér áðan. Og ég slætt að segja, ég veit ekki eins og hver í einhverjum stýrihópum húsnæðisstefnu eða framkvæmd húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Það nafn kemur stundum fyrir í hérna gögnum borgarinnar, en síðast þegar ég vissi þá voru minnst 2 borgarfulltrúar fyrirbærandi í þeim hópi og eru örugglega ekki í þeim hópi núna. Þannig að það er svona svolítið einhvern veginn að fjara undan þessu, og það er svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því, eins og fram kom í máli borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur, að það eru breytingar og við getum ekki einhvern veginn bara fest okkur í einhverju ákveðnu fari að því okkur þótti það svo svakalega fínt hérna fyrir 2 árum eða 3 árum. Okkur fannst þetta akkurat máli við ætlum að fara að drífa í þessu. Það eru bara svo gríðarlega breytingar á þessu markaði og við eigum auðvitað að fylgjast með því og við eigum að passa okkur á því að þetta er ekkert vinstri hægri, þetta er ekkert svona Sjálfstæðisflokkurinn versus Samfylking eða Björt framtíð eða guð maður veit að það er ekkert svoleiðis. Við eigum að hafa það eitt að leiðarljósi að við séum að skapa fjölbreyttan húsnæðismarkað sem að opnar fyrir uppbyggingu allra og að menn hafi möguleika á að nýta sér þá mörgu kosti til að búa í húsnæði, eignast húsnæði eða leigja húsnæði sem völ er á og fylgjast með því. Og það er að mínu viti komi þar til eitthvað annað kemur í ljós við það að lesa þær skýrslu sem ég var að nefna hérna áðan og við það að fylgjast með þeim fréttum sem eru af húsnæðismarkaði nánast í hverju viku, að það sé ekki forgangsverkefni Reykjavíkurborgar að taka þátt í stofnun leigufélaga. Það mun ekki verða til góðs. Það mun verða svona eins og piss í skóinn sinn, það er sennilega notalegt smá tíma, en þegar upp í staðið þá getur það orðið væntanlega mjög óþægilegt. Borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er hv. Borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég skal taka það á mig að hafa skilið málflutning Sjálfstæðisflokksins þannig að flokkurinn vildi bíða með úthlutanir þá myndi reglur lægi fyrir og þann misskilning er kannski beint að rekja bara til tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem var lögð fram í borgarráði 4. desember með leyfi forseta. Lagt til að allar úthlutanir af þessu tagi verið látnar bíða þar til samdar hafi verið reglur sem byggja á opnu ferli og jafnræði. Þetta leiddi til orða minna að Sjálfstæðisflokkurinn vildi bíða og setja reglur og ég var ekki að gera lítið úr því. Ég sagði beinlínis að ég útilokaði ekki að það kæmi til greina að búa til reglur, en ég held samt við séum komin á þann stað í húsnæðisstefnunni að við viljum úthluta og gera frekar en að greina og bíða og ég stend líka við það. Varðandi spurninguna hópinn innleiðingu húsnæðisstefnunnar þá var hann starfandi á síðasta kjörtímabili og Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi var í þeim hópi en hann lauk störfum eins og aðrir tímabundnir hópar á kjörtímabilaskiptum mér minnir að það hafi verið í byrjun apríl sem að tillögur hans voru lagðar fyrir borgarráð. Hv. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, borgarstjóri sagði að nú væri komið tími til þess að úthluta og gera. Það sem ég velti fyrir mér er einfaldlega það að síðustu árin hefur lítið verið gert í húsnæðismálum á Íslandi. Fyrir hrun byggðist þetta aðallega á því að svona hentistefnu. Það var lítið rannsakað hvers konar húsnæði við þyrftum, hvað við ætlum að byggja, hvernig húsnæði við ætlum að byggja og svo framvegis. Síðan kom hrunið og við þekkjum öll afleiðingar þess. Og frá árinu 2008-2009 hefur
lítið sem ekkert gerst í húsnæðismálum á Íslandi og ég ætla ekki að kenna einum einasta flokki það vegna þess að allir stjórnmálaflokkar eiga þá sök sameiginlega. Þannig að bæði meiri hlutinn í ríkisstjórn, fyrrverandi, núverandi, fyrrverandi meiri hluti hér í borgarstjórn og núverandi meiri hluti sitja allir við það borð. Og ég held að við ættum að reyna að komast út úr þeim skotgröfum að vera að líta á húsnæðismálin sem svo ofboðslega pólitískt mál vegna þess að í rauninni ættu húsnæðismálin fyrst og fremst að byggjast á skynsemi. Skynsemi á því hvers konar húsnæði við viljum hafa, hvernig húsnæði ætlum við að byggja og svo framvegis. Við vitum það fyrir hrun að þá var það græðgin sem að réði hjá ansi mörgum, ekki bara sveitarfélögunum, með það að stækka sveitarfélögin og selja lóðir á dýru verði, heldur líka hjá verktökunum og fasteignafélögunum. Svo ég tali nú algjörlega hreint út. Það má alveg tala þessar hlutindir rós, en ég tel að það sé engin ástæða til þess. Við þurfum að læra af mistökunum sem urðu hérna fyrir hrun og það spurningin, ætlum við aftur að fara í sömu mistökin? Eða ætlum við að læra af því sem að fór miður á þessum tíma? Við vitum það að húsnæðisstefna borgarinnar frá árinu 2011 og byggist á þeirri forsendu frá þeim tíma. Það hefur margt breyst á þessum tíma, margt. Og það spurningin, ætlum við að vinna þetta vel, ætlum við að vinna þetta í sátt og samlyndi eða hvernig ætlum við að gera þetta? Einhverjar vikur til eða frá meðan við setjum reglur sem skynsamlegar til þess að hafa hlutinni í lagi eða ætlum við bara að ana út á vígvöllinn án þess að vera búin að hugsa hlutina fyrirfram og hvernig á að bregðast við þeim og svo framvegis. Ég tel það mjög mikilvægt að við lærum af reynslunni og setjum þessar reglur og það þarf auðvitað að vera starfandi húsnæðishópur með öllum fulltrúum allra flokka til þess að fara yfir þessi mál og fara og skoða það hvað getum við betur gert, á hverju klikkuðum við síðast. Og ég hef verið sjálf í mörgum hópum með aðilum sem hafa starfað á þessum húsnæðismarkaði í mörg ár, þar sem við höfum reynt að tala við, eða reyndum eftir hrunið að tala við alla pólitíkusa í öllum flokkum og þeir hafi engan sérstakan áhuga á því. Þannig ég vona það að Reykjavíkurborg núna, þegar við erum að fara að leggja af stað í þessa miklu uppbyggingu sem verður næstu árin, að við gerum það að skynsemi, þannig að við sitjum ekki árinu 2016-17 og klórum okkur í hausnum, að við séum komin á sama stað og við vorum þegar hrunið var. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa boðað bókun og borgarfulltrúar meirihlutans áskilja sér rétt til bókunar og borgarfulltrúar Framsóknarflokks áskilja sér rétt til bókunar. Hér verður bókað undir lok fundar greinilega. En við förum yfir í 4. lið